Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag pálmasunnudag, 29. mars, er þema dagsins hinn líðandi þjóð. Í lektíunni fullvissar Guð okkur að hann hafi ekki gleymt börnum sínum. Í pistlinum þakkar Páll Guði fyrir að hann fái að breiða út fagnaðarerindið og í Guðspjallinu kemur ónafngreind kona og smyr höfuð Jesú. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Markúsi 14. kafla. Jesús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabasturburk með ómenguðum dýrum nardusmistlum. Hún braut burkinn og hellti yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir gramdist þetta og þeir sögðu sín á milli: til hvers þessi sóun á smislum? Þessi smisl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum, og þeir atyrtu hana. En Jesús sagði: látið hana í friði. Hvað eruð þið að ángra hana? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur og getið gert þeim gott nær þið viljið, en mig hafið þið ekki ávallt. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Sannarlega segi ég ykkur, hvar sem fagnaðar erindi verður flutt allan heim, mun og geti verða þess sem hún gerði og hennar minnst. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins hinn líðandi þjóð. Á pálmasunnudag reið Jesús inn í Jerúsalem, hina helgu borg á heilugu fjalli Guðs, þar sem hið heilaga musteri Guðs stóð. Fólki flykktist þangað því páskahátíðin var að nálgast, því musterið var aðal fórnarstaður lýðsins. Líkt og lýðurinn slátraði lambi áður en hann fór út úr Egyptalandi svo engill dauðans færi framhjá, þá var lambi Guðs, Jesú, fórnað á páskahátíðinni til að engill dauðans færi framhjá þeim og Guð reisi þá sem trúa upp til eilífs lífs. Jesús vissi að stund hans var að renna upp og framundan var það allra erfiðasta, að takast á við sorgina yfir því að leiðtogarnir sem voru þjónar Guðs höfnuðu honum, og svo þjáningin og hinn líkamlegi dauði á krossinum. Sorgin yfir höfnun leiðtogana hefur verið sárust, því fólkið fylgdi þeim í blindri hlýðni og var þannig svipt frelsun Guðs leið. Jesús var hinn líðandi þjónn, hann var hinn fullkomna fórn og hann hefur boðið lærisveinum sínum að hjálpræði hans skuli boðað allt til endimarka jarðar. Guðspjall dagsins einmitt sú táknmynd að eins og þægilegur ilmur smisla konunnar í Guðspjallinu fyllti húsið, þá á ilmur fagnaðarerindisins að fylla heiminn. Í Guðspjallinu var Jesús staddur í húsi Símonar líkþráa. Viðurnefni hans bendir til þess að hann hafi læknast af líkþrá. Væri hann enn með sjúkdóminn, væri hann jaðarsettur ásamt öðrum holdsveikum. Ef til vill hefur Símon haldið veislu fyrir Jesú í þakklætisskyni fyrir lækningu. En í Guðspjöllunum eru nokkrar frásagnir af því að Jesús læknaði líkþráa menn. Ónafngreind kona kom og smurði hann dýrum smislum. Í Jóhannesar Guðspjalli svipuð frásögn,
þó Símon líkþrái sé ekki nefndur. Í báðum guðspjöllum gerist sagan á sama tíma, það er rétt fyrir páska. Jesús er einnig staddur í Betaníu en hann er staddur í húsi systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar. Og það er María sem smyr fætur Jesú. Ilmur smyrslana berst allt hús og gagnrýnin í báðum sögunum er sú sama. Mönnum fannst magn þeirra vera sóun. Þau voru virði nærri heilla árslauna. Í aðfinnslum þeirra spyrja þeir af hverju voru smyrslin ekki seld og fátækum gefnir peningarnir. Menn er oft fljótir að hafa skoðun á því hvað aðrir eiga að gera og hverjum aðrir eiga að gefa. Enginn þeirra sá verknaðinn sem kærleiksverk. Enginn virti eignarétt hennar, en þarna valdi konan að gefa Jesú þessi smyrsl að gjöf. Þau voru 300 denara virði, jafngildi 300 daglauna eða 300 vinnudaga af lífi hennar. Og þeim fannst það sóun, en Jesús var þakklátur. Hann atyrti þá og sagði: láti hana í friði, gott verk gerði hún mér. Hún hefur smurt mig fyrirfram til greftrunar. Hún hefur varla haft greftrunina í huga, en hún vildi þjóna honum, gera gott. Ef við gefum okkur að þessar frásagnir séu báðar af sama atburði og að konan í guðspjalli dagsins hafi verið María, þá vildi hún nota tækifærið sem hún fékk þarna til að sýna Jesú þakklæti sitt og umhyggju. Fátækir voru alltaf nálægt eins og Jesús sagði, en hver sem konan var, þá vissi hún ekki hvort hún myndi hitta Jesú aftur. Hinn mesta eftirsjá margra í lífinu er einmitt þegar menn átta sig á að þeir mistu af góðu tækifæri, því að við erum mörg með frestunar áráttu. Við efumst oft að núna sé rétti tíminn eða að þetta sé rétta tækifærið, eða við ætlum að bíða eftir betra tækifæri. Við vitum að þarna rétt fyrir páska var síðasta tækifæri fyrir þessa konu að sýna Jesú þakklæti og umhyggju. Og Jesús sagði að verk hennar myndi ekki gleymast. Hvar sem fagnaðarerindi verður flutt heim allan, mun og geti verða þess sem að hún gerði og hennar minnst. En íhugum aðeins fyrir hvað hennar er minnst. Er það fyrir kærleiksríkt verk hennar að smyrja Jesú? Nei, eftir að hafa lesið og hlusta á söguna eru mönnum sennilega ferskastar í minni aðfinnslur lærisveinanna verðmæti þeirra. En við nánari athugun eru það einmitt verðmæti smyrslana sem lýsa kærleik hennar. Hún gaf honum það besta sem hún átti og kannski öll smyrslin sem hún átti. Þetta var hennar stærsta gjöf til Guðs. Gjafir til Guðs málefna eru enn vel þegnar og reyndar erum við hvött til að gefa. Jesús sagði: fátæka hafiði alltaf hjá ykkur, og hann gerði engan greinamun á trú hins fátæka, aðeins að hinn fátæki þarfnaðist hjálpar. Og ef við tengjum pistilinn við þessa frásögn, þá segir Páll í pistlinum að hann sé í óslitinni sigurför og sé þakklátur fyrir að fá að vera þjónn Guðs og fá að breiða út þekkinguna Krist. Hann líkir starfinu við ilm. Já, eins og ilmurinn af smyrslum konunnar í guðspjallinu fyllti húsið, þá þarf ilmur fagnaðarerindisins að breiðast út og ná til allra Guði til dýrðar.
Í Rómverjarbréfinu skrifaði Páll: Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs sem frelsar hvern þann sem trúir. Í frásögninni af konunni sem smurði Jesú sáum við að konan sem sannarlega var þjónn Guðs fékk ávítur frá öðrum gestum. Já, góð verk er ekki alltaf séð sem góð verk og þjónar Guðs fá ekki alltaf þakkir frá samtíðarmönnum sínum. En hinn góðu verk fara ekki fram hjá Guði. Og ritningin segir okkur hvað bíði þeirra sem þjóna Guði. Í versunum á undan lexíu dagsins, sem er framtíðarspá, segir að Guð muni kalla allan líð sinn saman allstaðar að úr heiminum. Þá verði ástæða fyrir himin og jörð að fagna. Textinn segir að Guð hafi ekki gleymt líð sínum í Síón. Guð muni aldrei gleyma borg sinni, hún sé rist í lófa hans og múrana hafi hann sífellt fyrir augunum. Þar mun líður hans safnast saman. Við leit á Google fann ég að Síónfjall er í álíka hæð yfir sjávarmáli og Esjan. En í Míka segir: En sjá að þeir dagar koma að musterisfjall Drottins stendur óbifalegt hæst allra fjalla og gnæfir yfir hæðirnar. Þangað munu þjóðirnar flykkjast og segja: Komum, göngum upp á fjall Drottins til hús Jakobs Guðs, svo að hann sýni okkur veg sinn og við fáum feta slóð hans. Því að frá Síón mun kenning berast og orð Guðs frá Jerúsalem. Í Sálmi 48 er fjallið sagt vera Guðs heilaga fjall. Síón er fjall eða hæð í Jerúsalem, staðsett rétt fyrir utan múra gömlu borgarinnar. Og í Gamla testamentinu hefur nafni verið notað borg Davíðs, Betlehem, en einnig verið nefnt musterisfjallið, en merking Síón hefur breyst og nú er það notað sem nafn á vesturhæð hinnar fornu Jerúsalem. Nafnið Síón táknar heilagleika og í Sálmi 87 stendur: Drottinn grundvallaði borg sína á heilugum fjöllum. Hann elskar hlið Síónar meira en alla bústaði Jakobs. Dýrlega er talað þig, þú borg Guðs. Já, þema dagsins er hinn líðandi þjónn og í dag er pálmasunnudagur. Á þeim degi var Jesús hyrtur sem konungur leið og hann reið inn í Jerúsalem, en nokkrum dögum síðar var hann handtekinn. Lærisveinarnir flúðu af ótta líf sitt og lýðurinn afneitaði honum með því að frelsa Barabbas. Frásögnin af kærleiksverki konunnar er áminning að nýta tækifærin sem okkur eru gefin. Það er ekki víst að okkur bjóðist það sama aftur. Já, þemað er hinn líðandi þjónn og Jesús var hinn líðandi þjónn. Hann var hinn fullkomna fórn og Drottinn Guð hefur boðið lærisveinum sínum að hjálpræði hans skuli boðað allt til endimarka jarðar. Fagnaðarerindi stendur öllum til boða, en líkt og á dögum Jesú þá taka ekki allir við honum. Viðbrögð manna geta verið misjöfn, en við eigum ekki að láta hugfallast, heldur bera fagnaðarboðin áfram. Trúboðið er í okkar höndum, í kirkjunni og í daglegri breytni. Konan í Guðspjallinu sýndi kærleika sinn þegar hún smurði Jesú og á kærleikanum milli manna á að sjást að við séum lærisveinar hans. Já, eins og þægilegur ilmur smyrsla konunnar fyllti húsið, á ilmur fagnaðarerindisins að fylla heiminn.
Og þegar tíminn kemur mun gleði okkar og fögnuður verða ólýsanlegur við göngum inn í borg Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.